sjálfbærniskýrslu í einhvern tíma starfsemi ykkar. Þannig að þið hafið lagt ríka áherslu á þætti sem að snúa að sjálfbærni. En hvað með grænþvott? Lítið þið á hann sem áhættu í ykkar starfsemi og það væri líka áhugavert að heyra hvernig þið sjáið innleiðingu þessara nýju reglna. Munu þær breyta núverandi starfsumhverfi aðila á fjármálamarkaði? Hvað er þitt mat til dæmis á því og ykkar vinnu sem að þið hafið verið í fram að þessu? Það er nóg að taka til þess að svara þessum spurningum. Ég ætla bara að reyna að skjóta inn einhverjum nokkrum pælingum. Þú vísar mitt í sjálfbærniskýrsluna okkar og stefnum ábyrgar fjárfestingar. Það er hugsað svona í og með til sem upphitun fyrir þessa löggjöf sem við erum að horfa á núna. EU-taxonomy og SFDR. Og grænþvottur er áskorun og áhyggjuefni eða viðfangsefni, alveg klárlega. Og það kannski fyrst núna svona koma inn einhver vísir að lagaskilgreiningu. Það sem er svolítið snúið þetta hugtak, það er svo óbóðslega opið. Og í skýringum með EU-taxonomy er þetta skilgreint þannig að fyrirtæki séu nú að búa sér til sterkari samkeppnisstöðu og með því að flagga röngu flaggi. Og þá þurfum við til þess að díla við það, að eiga við það að hafa aðgang að viðeigandi upplýsingum og áreiðanlegum upplýsingum. Og með þessum lagapakkvöllum er líka að koma betri mekanismi til þess að tryggja sér aðgengi að upplýsingum. Og við erum að vinna þetta kannski þá út á tveimur vinklum hjá lífeyrissjóðaverslunum. Annars vegar erum við asset owner eða eigandi verðbréfa og skuldum okkar umbjóðendum, lífeyrissjóðum og sjóðfélögum að gefa þeim réttar upplýsingar svo þau geti metið sína stöðu. Hins vegar erum við að eiga útgefendur verðbréfa og fjármálafyrirtæki sem eru að þjónusta okkur og erum þá að gera kröfu á þau að þau séu að gefa okkur rétta mynd. Og við sjáum þessa löggjöf, taxonomy og SFDR sem bara mjög öflug verkfæri í því og erum þá að undirbyggja okkar vinnu þar með þessari stefnu ábyrgar fjárfestingar og upplýsingagjöf í formi sjálfbærniskýrslu. En ég held við sem bara rétt að hita upp, sko. Já, akkurat. Þannig að í dag er áskorun að fá nægilega kannski sterkar upplýsingar til þess að vinna inn eða hvernig? Já, þú skoðar 20 sjálfbærniskýrslur þar sem þú þarft að sækja upplýsingar þennan prófíl fyrirtækisins, þessa sniðmynda fyrirtæki, hvaða fyrirtæki sem það er, hvort sem þessi banki sem Landsbankinn, það sem heiðavinnur eða framleiðslufyrirtæki sem við erum að fara að fjárfesta í, að þá í raun og veru hafa fyrirtæki gríðarlega mikið svigrúm til þess að meta hvaða upplýsingar veita og hvernig þið birta þær, hvort þið fáið þriðja aðila til þess að skoða þær, hvort það séu í tölvutækjaformi og svo framvegis og hvort það séu meira sér samanburð að hefur milli ára. En þetta er að breytast núna og bara áramótin tekur gildi nýtt regluverk í Evrópu sjálfbærniupplýsingar sem tekur við af reglum frá 2014 sem við innleiddum hér 2016 og ég reikna með að það detti inn á okkar borð eftir eitt mestalagi 2 ár og það er alveg óaðskiljanlegur hluti af þessar löggjöf sem við erum að tala um hér í dag. Þar er verið að taka á þessu. Það er vonandi fáu áreiðanlegar og viðeigandi sannreyndar upplýsingar. Þannig að ég held að það eftir að breyta myndinni mjög mikið. Þannig að við erum kannski að fara að sjá svona staðlaðri upplýsingagjöf með þeim reglum. Nú er þegar búið að birta staðlana, EFRAG, einingum Evrópusambandsins, er búið að birta staðlana, 16 ólíkir staðlar umhverfismál, félagsmál, stjórnarhætti og bara almennir staðlar. Mér skilst að fyrirtæki í Danmörku séu þegar byrjað að vinna með þessa staðla, vegna þess að þau segja að þetta kemur eftir 1-2 ár, þá er of seint að fara að tileigna sér þetta. Þetta er allt á netinu, þannig að það er ekki eftir neina að bíða sjálfur sér, sko. En Gunnar, nú hefur þú unnið bæði í ráðgjafarumhverfinu og innan eins af stóru fjármálafyrirtækjunum. Þannig að þú hefur áhugaverða innsýn inn í markaðinn. Hvað segir þú hættuna á grænþvotti? Eru íslensk fyrirtæki almennt meðvitið hana og eru þau að reyna að draga úr henni svona almennt séð? Já, ég held það, sko. Ég held að teka alveg út í það sem Heiða var að segja. Þannig að ég veit eitthvað viljandi að reyna að plata eða blekkja. En ég held að stafi fyrst og fremst að þegar maður sér svona skilaboð kannski koma fram í fjölmiðlum og auglýsingum að kannski svona ákveðin vanþekking sem er í gangi og ég tek upp það sem Tómas segir að þetta er horfið til betri vegar. Við erum að fara að fá staðla sem munu þá kannski líka eitt sem ég vildi nefna þar sem að við hefur verið vandamál og hirta frá fjárfesta umhverfinu að þegar þú þarf að bera saman þessar upplýsingar í dag þá ertu ofta að bera saman bara epli og appelsínu og þannig að fyrir fjárfesta að það er ómögulegt að bera saman kolefnisspor jafnvel fyrirtæki sem eru sömu atvinnugrein.
Því þau hafa sum ákveðið að taka þetta inn í kolefnissporið, aðra ákveðið að sleppa þessu og þess að það. Þannig að ég held að þessi stöðlun tímalaust hjálpa og það er eitt. Og númer 2 og það sem ég líka búið að nefna er að nýja reglugerðin kveður á það þarf að staðfesta þessar upplýsingar og kannski einhverju halda að þetta sé komið ný leið fyrir endurskoðendur að búið sér til þóknanir og eflaust má færa þau rök líka en það sem er jákvætt við þetta er að það þýðir að það er einhver að koma inn, einhver ytri aðila og er að tjekka af það sem þú varst að gera. Og eins og við vitum öll að með fjárhagsupplýsingar að fyrirtæki sem að skrá sig á markað eða fá fjárfesta inn ef það er ekki búið að endurskoða eða fara yfir ársreikninginn þá taka mjög fáir þessu upplýsingum alvarlega. Og ég held að það verði líka stóra breytingin í þessu. Og því vil ég nefna að það er tvenns konar staðfesting sem er á sér stað. Það sem að löggjöfin gerir ráð fyrir og nú þegar hafa einhver fyrirtæki í Íslandi byrjað á að láta gera þetta, það er svokallað limit assurance. Þá er endurskoðandinn að hún að fara inn, hún tekur út upplýsingarnar og hún fer svona yfir þetta með þeim hætti og segir áritunum hljóðar sirka þannig að ég fór yfir gögnin, fór yfir upplýsingarnar og það er ekkert en það sem að svona, ég sá ekkert sem bendir til að þetta sé rangt, basically. En svo í rauninni gerir löggjöfin ráð fyrir að þetta muni þróast yfir í svokallað reasonable assurance eða með fullri vissu, staðfesting með fullri vissu og þá í rauninni er þetta sambærilegt og fjárhagslega endurskoðun. Ég fór inn, ég skoðaði reikningana og þetta samkvæmt minni bestu vitund er það rétt, eitthvað sem svoleiðis. Og það er náttúrulega miklu umfangsmeiri staðfesting en það svona regluverkið gerir ráð fyrir að þessi staðfesting muni kannski ekki eiga sér stað fyrir nær 2030. Þannig að fyrirtækin hafa smá tíma til þess að undirbúa sig. En ég myndi segja að þetta er mínu viti einn sterkasta og áhrifaríkasta leiðin til þess að koma í veg fyrir grænþvott. Að láta tjekka þetta af því að ég sjálfur verið til með við borðið að það fá ytri aðila til þess að veita mér smá aðhald að hjálpa það gríðarlega. Þetta er líka samtal, þetta er ekki eins og að þetta fara í próf stúdentspróf, þetta er samtal milli staðfestingar aðilans og þess að lætu staðfesta og meðan við erum líka í svo limit assurance umhverfi þá er þetta eftir meiri stuðningur. En þetta er þá mögulega eitthvað sem fyrirtæki þurfa að búa sig undir yfir eitthvað tímabil að sjálfbærni upplýsingar eða svona ófjárhagsleg upplýsingargjöf að hún er í rauninni að færast nær því að vera pari við fjárhagslega upplýsingargjöf. Já, algjörlega og það sem munum sjá líka kannski líka nefna eitt sem voru jákvæð þróun hérna á Íslandi. Það var í haust gefin út tækniforskrift kolefnisjöfnun og þetta er þessi staðlar og Íslands tók að þess að gera og þarna komum bara helstu hagaðilar, fyrirtækin, fjárfestar, opinberu aðilar og aðilar sem eru að bjóða upp á kolefnisjöfnun með það markmið að lyfta upp svona, bæði fyrir fyrirtækin að þau getur talað um kolefnisjöfnun og kolefnishlutleysi með ábyrgum hætti en líka þeir aðilar sem eru að bjóða upp á kolefnisjöfnun að þau eru fara að gera þetta þeim hætti að þetta geti orðið vottunarhæft og þannig að það er líka annað tól sem hægt er að fara að nota fyrir til að koma með fyrir grænþvott. Já, og kannski skapa traust meira gagnvart þessum upplýsingum. Já. En mér langar að spyrja bæði Tómas og Aðalheiði og þið ráðið hvort ykkar byrjar. Getið þið aðeins sagt okkur hvort að þið séu byrjuð að undirbúa þessa innleiðingu á löggjöfinni eða höfum við kannski bara nægan tíma, liggur ekkert á að byrja að undirbúa sig og hverjir svona innan ykkar fyrirtæki þurfa að taka þátt í þessari vinnu? Takk. Við erum byrjuð. Ég held ég geti sagt með fullri vissu að öll fjármálafyrirtæki á Íslandi séu byrjuð að undirbúa sig og hvort það sé nægur tími, nú náttúrulega búið að fresta innleiðingunni 6 mánuði en það þýðir ekki að maður geti bara frestað undirbúningi 6 mánuði líka. Sjálfsögðu þarf maður bara að halda áfram. Og hverjir koma að þessu, við höfum stilt þessu þannig upp, við náttúrulega verðum þátttakendur í vinnuhópi SFF á samt öllum öðrum fjármálafyrirtækjum að undirbúa innleiðingu þessara reglugerða og svo erum við með vinnuhóp náttúrulega inn í bankanum. Í honum eru sem sagt starfsfólk af flestum sviðum bankans og svo drögum við líka inn í hópin aðra sérfræðinga eftir því sem þarf. Og það er verið að undirbúa því að þetta náttúrulega mun ná inn til margra sviða, þannig að það þarf að undirbúa á fleiri stöðum heldur en bara einum. Og svo náttúrulega er það bara eins og var aðeins komið inn á áðan, svona vandinn sem við öll stöndum fram fyrir, það er bara gögn.
fá gögn, þú veist, af því að það er eiginlega ekki krafa að fyrirtæki sé að gefa þetta út og það er síður á einhvern samlandan hátt eða endurskoðað. Þannig að nálgast gögnin sem við þurfum til þess að geta uppfyllt þessar reglugerðir sem að falla á okkur, það er eiginlega svona stóra vandamáli sem við stöndum öll frammi fyrir í augnablikinu. Já, maður heyrir mjög mikið talað einmitt þetta, þessi skortur á gögnum og svo einmitt að geta nálgast með svolítið aðgengilegum hætti. En hvað segir þú, Tómas? Hvernig er staðan hjá lífeyrissjóðunum? Kannski að einhverju leyti svipað hjá Heiðu. Við erum búin að vera að vinna að þessu í hvað er ungt ár með svona vaxandi þunga núna og það sem einkennir kannski þetta verkefni, þetta er nýtt, þetta er flókið en leið ótrúlega skemmtilegt en það líka er mjög þverfaglegt. Þetta er held ég þverfaglegasta verkefni sem ég hef komið að svona á mínu ferli og bara sem dæmi hjá okkur af þessu koma með beinum hætti framkvæmdastjóri, eignastýring, áhættustýring, lögfræðisvið og rekstrarsvið. Svo erum við ytri ráðgjafa líka og við erum örugglega eftir að þurfa bara að bæta í þar sko. Og þannig og svo erum við að reyna líka að nota vettvangur sem þennan og hjá Landssamtökum lífeyrissjóða hjá Icelandair fyrst upp bara til þess að læra hvort af öðru vegna þess að það vinnur ekkert eitt fyrirtæki þennan leik. Við vinnum að bara við erum öll svona sæmilega vel inn í hlutunum sko. Og það sem ég líka kannski af því að spurningu tíma að ég held við þurfum að koma okkur upp einhvers konar hraðleið vegna þess að sko SFDR tilskipunin sem gerir kröfu til þess að við flokkum okkar afurðir í gráar, ljósgrænar og grænar og útskýrum fyrir endafjárfestunum á mannamáli hvernig við meðhöndlum sjálfbarnaáhættu og það er ekki þannig að maður getur bara meðhandlað hann eins og manni finnst skynsamlegt sjálfum eftir brjóstvitunni, heldur það er komið mjög tæknileg ítaleg reglugerð og það eru fleira leiðir hvernig skal gera það og það þarf að setja text á heimasíðu og allt þetta. Þessar reglur tóku gildi í Evrópusambandinu í mars 2021 og þá tók hluti þeirra gildi og svo er þetta dettin smátt og smátt sama með taxonomy sem tók gildi í 2002 og er að detta núna. Þannig að þegar við förum að vinna eftir þessu á fullum krafti áramótin 2023-2024 og förum að birta upplýsingarnar, þá erum við að fá í fangið í einu vettfangi það sem að samkeppnisaðilar okkar og systurfyrirtæki í Evrópu eru búin að vera að melta smátt og smátt. Þannig að ég held að við þurfum bara að finna hraðal sko, þó við séum vel undirbúin, en við megum ekki missa dampinn sko. Ég held við náum alveg ekki, þú veist, mér finnst þið bara, þú veist, íslenskt, þú veist, hagkerfi virka bara svolítið þannig, við erum fljót að hlaupa þegar við verðum, þannig að ég held að... Eitthvað sem maður segir nefnaverður þetta, því að eitt eitthvað birtir upplýsingar, það er líka, hvað gerður actually innan ársins? Og ég held sér gott að horfa á þetta fyrir heilstætt að þessar nýju staðlar sem koma er kalla ákveðna aðgerð að fyrirtæki ráðist í ákveðna aðgerð. Þegar þú ætlar að birta samkvæmt til dæmis eitt dæmi sem er nýtt, svokölluð tvöföld mikilvægisbreyting. Það hafa mjög fáir aðalega gert þetta. Þetta verður mjög krefjandi. Og þannig að þú ert í rauninni basically að meta áhrifin sem að loftslagsbreytingar og sjálfbærni þetta hafa á þig og svo öfugt. Og þetta er greiðlega flókin vinna og þetta krefst eins og Tómas segir mjög svona þverfaglegs hóps innan fyrirtækjanna að fara í þetta. Þannig að í staðinn fyrir að bíða hugtalega korter í uppgjör og reyna að byrja þá einhverju mikilvægisbyrnu að við myndum ráðleggja að fyrirtækjum byrji strax, komið ykkur á stað, fari í gegnum þessa tæknilegu vinnu. Annað sem að mun skipta miklu máli er bara þetta virðiskeðja. Að fyrirtækjum fara að horfa út fyrir, ég man þegar ég var að byrja í þessu fyrst, það voru bara inn á utanum hvað við erum að gera innan fyrirtækisins, bara að flokka rusl og allir í strætó og slökkva ljósin og svona, þú veist. Flest eru komnir þarna og það er vel. En núna það krafan miklu meiri í dag. Þú ert að skoða alla aðfangakeðina, allt sem kemur til þess að búa til vöruna og allt sem verður frá þegar þú framleiðir þau frá. Þannig að þetta er allt það sem að staðallinn kallar á og þú birtir upplýsingar. En þú birtir bara upplýsingar eitthvað sem þú hefur gert. Þannig að þú þarftir að fara að byrja alltaf þessa þætti. Og þess vegna hvetja ég þessu komið ykkur á stað, byrjið að spá í þessu og þá er þetta að fara að gera eitthvað og svo þetta byrst þetta eitthvað juicy stuff eftir 2 ár. Kannski aðeins að þau erum hérna til þess að ræða grænþvott og það er nákvæmlega það sem þú segir. Þegar maður sest niður og skrifa sjálfbærniskýrslu þá verður maður bara að skrifa sögu sem búið er að segja og það má ekki breyta neinu. Það er ekki að hreinrita neitt vegna þess að annars er maður komin í grænþvott og oft er það bara mjög erfitt. Þannig að við erum svolítið vönið, jafnvel ársskýrslu séu pródúseraðar skrifaðar á svona kynningar og upplýsingarsviðum þar sem maður eðlilega er að kynna svolítið með stolti sitt fyrirtæki. Hér þarf maður að greina líka fullum fetum og skýrt frá veikleikum og áskorunum.
Það reynda býr svo til trúveruleika, þannig að það eru tækifæri í því. Ég er sammálaður ef við getum gert þetta og við munum örugglega gera þetta, en þetta er það sem ég reyna kannski bara að draga fram til þess að gangi, þá þurfum við að halda vel á spöðunum og við megum ekki lenda í sama pitt og við lendum í þegar að við drógum að innleiða reglur um peningaþvætti eða persónuvernd og vorum svona komin að þessa brúnina. Þannig að þetta er alveg hægt, en það þarf bara samstilta vinnu. En að því að minnst á reglur um persónuvernd, að það var mjög vel staðið að þeim á sínum tíma og það er svona vinna sem við erum að byggja á núna í rauninni með þetta regluverk. Að fara bara, við höfum áður innleitt regluverk frá Evrópusambandinu og höfum ferlana til staðar. En við langaði líka skjótina því við erum að tala um einmitt að hafa sjálfbærni upplýsingarnar og sjálfbærni skýrslurnar sína trúverðugar, að ég held bara svona til þess að vísa aftur í fyrri punkt sem kom inn fram áðan að gera þetta jafn mikilvægt og fjárhagsupplýsingar og ég held að hluta því sé að setja þetta líka inn í skýrslugjöfina með fjárhagsupplýsingunum. Af því af hverju í ósköpunum máttu annars að taka jafn mikið mark á þetta fjárhagsupplýsingum ef þetta er alltaf með bara svona sjálfviljugu upplýsingagjöfinni þinni sem þú skrifa sjálfur og er ekki endilega endurskoðuð samkvæmt þínum stöðunum. En það er líka náttúrulega kannski svona vilja flækja þetta ómikið en það sem er jákvætt í þessu er IFRS undir formerkjum IFRS er einmitt verið að þróa inn í þann stað sjálfbærni upplýsingagjöf. Þannig að eins og kannski við spurðum áðan hvernig samþættingi verður að þetta er nú þegar sér stað þarna út í heim. Þannig að þetta er það sem er jákvætt þróun og ég sé alltaf fyrir mér þegar fjármálastjórar framtíðarinnar að þau munu horfa á þessar upplýsingar heildstætt. Í dag er það svona alla jafna þannig að fjármálastjórinn hún hann er bara með þetta og svo er annað með sjálfbærni upplýsingar og svo er því bara bætt svona við og svona já þetta er flott, þetta er allt óendur skoðað þannig að já, þetta er bara kemur með. Það verður ekkert í boði í framtíð. Þetta verður og ég vona að mín persónulega skoðun það verður bara þannig að ef að sjálfbærni uppgjöri kemst ekki gegnum endurskoðun þá færði ekki endurskoðun á fjármálaupplýsingar. Þá er til slæmi vandamál. Ef fyrirtæki ekki með endurskoðun ásetning það lendir í vissinni. Kannski bara taka undir þetta og segja þegar hér eru í salnum margir sem eru spennt í fjárfestingum. Við vorum að ræða þetta þessi gær ef þegar vorum að undirbúa þetta samtal að þessar upplýsingar eins og hlutfall grænna fjárfestinga í eignasafni, hvert er capex, hvað stórt hlutfall capex fyrir í raun og að styrkja sjálfbærni viðkomandi fyrirtækis og svo framvegis. Þetta eru upplýsingar og kennitölur sem verða jafn mikilvægar og veltufjárhlutfall, lausafjárhlutfall þarna og hvað það heita allar þessar hefðbundnu kennitölur. Og eins og við höfum rætt Gunnar áður með þessari sjálfbærni tilskipun ESB sjálfbærni upplýsingar sem notabene tekur gildi í Evrópusambandinu næsta ár og ekki okkur kannski þar næsta, að þá færast þessar upplýsingar inn í ársreikningum. Þannig að það eru bara hlut af ársreikningnum sem formgerir þetta. Og þau hafa gefið það svo sem út hjá ársreikningaskrá að ef að þessar upplýsingar eru ekki fullnægjandi hjá fyrirtækjum og þá munið þið ekki taka við ársreikningi fyrirtækja sem eru svona kannski ekki alveg afleiðingarnar sem að fyrirtækjum myndi vilja sjá. En ég finnst nefnilega, kannski við erum svolítið neikvæð en það sem ég finnst nefnilega spennandi að líka vera að vinna með íslenskum fyrirtækjum og fjármálafyrirtækjum og lífeyrissjóðum. Við höfum svo mikla burði til þess að gera þetta vel og svona gamall fjárfesta tengill maður að það eru bankarnir með svona eina glæri sem sýnir alla kennitölurnar og við verðum pottþétt að þar verða allir bankarnir með eina kennitölu sem eru green asset ratio og þetta mun allir bankar heims reyna að hafa sem hæst. Og það að vera með hátt green asset ratio sem sýnir bara hlutfall grænna eigna sem falla undir flokkunarreglugerðina að ef íslensku bankarnir vinni þetta vel sem þeir eru alveg að gera í dag, halda áfram og fá fyrirtæki með sér í þetta að vera með hátt green asset ratio verður gríðarlega jákvætt þegar að Moody's og S&P og allir koma til því. Að þarna þú að sýna það sem fjármálastofnun þú ert bara með heilbrigt eignasafn út frá sjálfbærni. Þannig að, og kannski það er innbútið svolítið nefna að þau eitthvað sem í fjármálakerfinu að ekki gleyma áhrifum sem þið geti haft inn í allt efnahagslíf. Bara með það að bankarnir fóru og byggu til svona græna sjálfbæra fjármálaramma, lífeyrissjóðirnir, 580 milljarða skuldbeiting, það sendir rosalega jákvæð skilaboð inn í efnahagslíf. Að það er einhver peningur á borðinu, það er einhver gulrætur, já, ég vil fara í þetta og þetta hjálpar svo ykkur leið þegar þið birti green asset ratio. Erum við að ná tengingu við framsögu með okkar? Við getum til að því. Eigum við að halda áfram eða viljum við reyna að ná framsögu? Það er bara að senda mér tímslag.
Það hefur verið nýr Teams-lekkur sendur út sem við ætlum að biðja alla að fara inn á vegna tæknimála. Hugo and Eric, have you received a new Teams link from Reynir? Ég sendi ekki nýjan, bara sami linkurinn frá böðunum í mér. Ok, þannig að þeir ættu að geta nota þann link núna. Það var sama fundbóðið. Ok. Viltu testa þetta og við séum kannski hvað klárum ef við náum þessu eða? Jú, ég held að við testum þetta bara frammi og þið kannski að þið viljið fara í spurningar eða voruð þið búin að klára? Erum við með mikrofón? Já, það er mikrofón þína. Einhverja spurningar úr sal? Vill einhver spyrja meðlimi panelsins að einhverju? Ég alveg hugsa málið en mér langar kannski í framhald af því sem við vorum að tala rétt áðan. Eru þið ekki bara bjartsýn á að íslensk fyrirtæki muni nýta þessi tækifæri sem að löggjöfin býður í því að bjóða á fjárfestingar sem hafa sjálfbærni að markmiði eða hvernig horfir þið ykkur? Eða er þetta mikil áhætta að fara þangað? Ég held að það sé ekki spurning. Ég held að sé allir bara búin að bíða eftir þessari skilgreiningu á því hvað getur talið sjálfbært. Hvað segir lífeyrissjóðirnir? Eina spurning, hvernig verður við ríkisskuldabréf? Halló? Það var spil ríkisskuldabréf, hvernig þau verða flokkuð? Íslensk. Hvernig verða ríkisskuldabréf flokkuð? Erum við ekki þetta grænu skuldabréf ríkissjóðs? Ríkissjóður er búinn að búa til svokallega sjálfbæra fjármálalöggjöf og sem er grunnforsand til að búa til græn skuldabréf, gefa græn skuldabréf. Engin græn? Það er engin græn skuldabréf komin í dag. Þannig að við býðum það. Rammin til staðar og það er verið að hluta af þessu EU-taxonomy pakkvöllum er að kemur nýr skilgreining á grænum skuldabréfum, evrópsk skilgreining, sem að það ætti að auðvelda aðilum eins og ríkinu til að gefa græn skuldabréf. Ég vil bara taka undir og með ykkur, það er miklu meiri tækifæri en ógnanir í þessu. Aðalatriði þetta, og það var kannski það sem að meina, þetta er bara mikil vinna og þá þarf að vinna hana hratt og vel, en það er allt annað samtali gangi núna fyrir 2 árum síðan, þannig að ég held að þetta er að gangast mjög, já í raun og veru, bara ef við hittumst eftir ára, þá verðum við svona að gera marga góða hluti, sko. Kannski maður nefna bara þarna, að það er hægt á grænfótu, það er ekki spurning, en það sem samt skiptir máli af í huga, það er engin önnur leið en að fara inn í þessa vegferð. Reglugerðirnar er að ýta okkur í þessa átt og við þurfum bara að hafa hugrekki að fara í þessa vegferð, vera opin, transparent og segja bara, við vitum ekki öll svörin en við verðum að fara í þessa vegferð og því meira sem þú upplýsir og því meira sem þú opin með þetta, því meiri minnkar líkurnar á grænfótu. Þannig að það sé mikilvægt í þessu. Það er kannski líka mikilvægt skilaboð til þeirra stjórnenda og stjórnarmanna sem að hafa ekki trú á þessari vegferð. Ég finnst þessi sjálfbærni vera bara komið gott að þessu. Nú er þetta komið inn í regluverk með svipuðum hætti og brunalöggjöf og skattalöggjöf. Við verðum bara að fara eftir þessu við erum í rekstri og þá er bara málið frekar að reyna að gera það vel og nýta tækifærin. Fleiri spyrja? Þetta er ekki mítið, sko. Það er bara alls ekki að tengja það hljóðið. Hæ, Gunnar, þú myndist áðan á svona reasonable assurance og limited assurance. Hvaða reglugerð er það? Þess að þú ert að vitna í, þú veist? Það er þessi CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, sem tekur við að NFRD. Og það er þá ekki nú næsta ára heldur mögulega 2024? Já, líka 2024, þannig að fyrir árið 2024, fyrsta árið 2025. Og það eru þá einhverjir svona vottaðir aðilar sem eru að gefa þetta álitið þegar? Já, það er svona allavega endurskoðendur en mögulega einhver aðrir líka sem hafa þar til sín bæri leyfið. Nei, ég er líka að vera eins og vil ég bara tengjast við þessa tölvu, sko. Það má kannski skjóta inn í þetta að þetta regluverk mun líka ná til lítill og meðalstóra fyrirtæki sem eru með skráða fjármálagerninga
lítil og meðalstór fyrirtæki, það er hvað, 90% íslenskri ökonomi, sko. Þannig að það er tækifæri þá fyrir íslensk fyrirtæki að sinna þessar upplýsingagjöfu vel, þannig fá þau ódýrari og hagkvæmari fjármögnun. En þetta er mjög góð punktur með fjármögnunina. Hvað mun þetta þýða svona kannski bara svona framtíðarsýn? Ef það ætlar að fá lán í banka eða fá fjárfesta inn í fyrirtæki, hvaða þýðingu hefur þá þessi löggjöf? Ég meina, erum við að fara að sjá einhverja verulega breytingu þar til þess að kjörum fjármögnunar? Við eigum að meðhöndla sjálfbærni áhættu. Loftslagsáhætta er fjárfestingar áhætta. Við þurfum að meðhöndla þessa áhættu. Því betur sem við þekkjum áhættuna, þá erum við betur stakkbúin til þess að bjóða betri kjör, minni áhætta betri kjör, er það ekki? Þannig að ég held að þetta geta hljóta hafa beina áhrif á fjármögnunarkjör og það er það. Ég vil bara ekki segja. Ég held allavega að þeir sem að uppfylli kröfunar ekki, þeir fara að borga fyrir það að gera það ekki. Ég held að það sé alveg örugt. Já, að það verði mögulega þróun í þá átt að ef þú ert ekki að hugsa þetta, þá telstu þá þarfst að borga fyrir það að vera meiri. Það er líka kannski tvennt sem við nefna þarna. Það er líka ákveðin munur á fyrirtækjum. Það annars eru fyrirtæki sem bara uppfylla skuldbindninga eða skilyrði þessar reglugerða svona bara ESG upplýsingagjöf. Og það er bara 90% fyrirtæki í dag. En svo ertu með ákveðin fyrirtæki sem eru svokallaðir svona impact megin. Fyrirtæki sem hafa kannski eru með lausnina. Fyrirtæki svo Carbfix eða fyrirtæki sem eru með einhverja rosalega laust varðandi úrgangsmál eða þessi fyrirtæki sem þá flokkast undir Article 9 í SFDR og þessi verkefni þau munu bara aukast í virði. Því þetta eru verkefni og fyrirtæki sem halda í rauninni lausnina með lausnina hjá sér og ég trú að þessi markaður muni springa út. Þessi impact investing við munum sjá það að vaxa mjög hratt. Og þar eru líka að horfa ekki bara á financial KPIs, heldur líka á svona sjálfbærni lykilmælikvarða. Þannig að fyrirtæki sem bindur kolefni og getur sýnt það fram í sinni upplýsingagjöf, að það mun líka verða mjög attraktív fyrir fjárfesta. Þannig að það er þetta líka sem er gott að við huga. Þetta er tvenns konar gleraugu sem fjárfestar hafa, annars vegar stýra áhættu og hins vegar að ná í svona top line growth með impact investing. Það er spurning að við kannski getum nefnt eitt svona konkrétt dæmi þetta bara vegna þess að við erum mikið búin að vera vísa í EU-taxonomy og SFDR og hvernig þetta virkar. Bara til þess að taka dæmi af því sem Gunnar er að segja. Í reglugerð sem er búið að setja í tengslu við EU-taxonomy hún er 400 blaðsíður, hún skilgreinir hvað er sjálfbært og hún skilgreinir til að útskýra hvaða mikil loftslagsáhrif á hverju rúmmetra byggingarefni, hvort sem þessi timbur, steypa eða eitthvað annað og þetta þarf að birta eftir kúnstarinnar þannig að fyrirtæki sem getur búið til byggingarefni sem hefur lægra kolefnisspor hefur samkeppnisfordul. BM Vallá var að kynna það daginn að þeir ætla að nota íslenskt móberg og fljótandi koltvísýring í steypuna sína og minnka þannig kolefnislosun kannski 30–40%. Þetta er bara svona konkrétt dæmi það að hvernig svona fyrirtæki getur nú samkeppnisforskot og annað og vilti þá ekki hafa frekar þannig fyrirtæki í eignasafninu. Þetta er bara eitt dæmi. Annað dæmi nefnilega, gaman að tala svona konkrétt, að Samorka var með útboð núna í haust, hvort þeir margir sá þetta, en þetta er að bjóða út svona risastóra kapla sem leggja út allt og það sem var stakk í augu, eða það sem var athyglisvert, að 20% núna af útboðs þau mælikvarðum sem lágu til grundvallar útboðinu, 20% tengt sjálfbærni og kolefnis spori þessara kapla. Og það þarna sá maður bara hvernig þetta tekur allt í bara stökk. Annað dæmi ágæti herramaður í salnum að varðandi rafmagnstrukka. Fyrir ári síðan var enginn að tala að vera hægt að fara að flytja inn rafmagnstrukka til Íslands. Að þetta var bara svona eitthvað, þetta er eitthvað í framtíðinni. En núna skilst mér að það er bara komið fullt af rafmagnstrukkum sem bíða bara eftir að keyra því allan bæinn. Þannig að þetta er að gerast mjög hratt og sem er jákvætt og það veikur manni svona mitt voni í brjósti að við getum gert þetta. En þar einmitt kemur aftur inn í þetta samtal milli þess að við opinbera, fjármagnslífið og svo atvinnulífið og allir séu saman í þessu. Já, þannig að þarna er ákveðið samspil áhættu en þá líka tækifæra ef við gerum þessi
athygli. Og svo er náttúrulega til alveg aðferðafræði eins og frá ICMA fyrir annars vegar umbreytingartengd lán og sjálfbærnitengd lán og finnst það núna komin svona skýr skilgreining á því hvað séu sjálfbær verkefni og þá líka hver umbreytingin í að komast þangað, þá náttúrulega eru það fjármagnarleiðir sem að verða náttúrulega í boði. Og þá verður að hafa náttúrulega mælikvarða leiðinni, tímasetta og mælanlega. Já. Og það hefur það áhrif á kjörun að ná þeim. Og það eru íslensk fyrirtæki sem hafa sótt sér svona lán erlendis. Ég sé nú Landsvirkjunar mann í salnum sem ég veit að hefur sótt svona fjármögnun erlendis. Þannig við erum að nýta þessi tækifæri að einhverju marki. Ég held að sé alveg verið að nýta þessi tækifæri að einhverju marki en núna bara koma ennþá skýrari og fleiri tækifæri upp á yfirborðið þegar við erum komin með svona sameiginlegar skilgreiningar á því að hverju við erum að leita. Þarna ertu kannski að tala um kjarnan í þessu öllu saman þessu regluverki. Evrópusambandið setti svona yfirgripsmikla áætlun sem heitir Green Deal 2019 og þeir settu Financial Action Plan 2018 og það gengur fyrst og fremst út á það að auðvelda flutning fjármagns frá einkaaðilum í sjálfbærar lausnir fyrirtækja. Það snýst eiginlega bara það þannig að hagkerfið verði sjálfbærara þannig að það geti bara haldið áfram inn í framtíðina. Og nú erum við bara að sjá þetta myndgerast. En þetta er rauðið þráðurinn í öllu þessu byggsíð. En ég held að þetta með það sem ég alveg brenn fyrir í þessum brasa að þetta þarf að vera góður business og það er það sem að maður er að berjast við að hjálpa fyrirtækjum að gera það en sé hagstætt. Það sé ekki eitthvað side product sem að svona fjármálastjórinn gnýst í tönnum þegar einhver fyrir að tala um sjálfbærni. Þetta er actually hjálpa við að draga kostnaði, lágmarka áhættu og líka að búa til bara betri business. Hjálpa viðskiptastjórum að selja vöruna, kúnninn vill fá þetta og þannig að við hugsaum aðeins kannski fram í tíman að þetta verði þannig að neytendur, tökum bara rafbíla, gott dæmi. Rafbíla í dag, í fullri, 90% sem gerir rafbíla í dag, þeir eru ekkert mikið að spá í umhverfinu. Þetta er bara fólk sem kaupir góða bíla, það er ódýrt að reka þá, flottir og hljóðlögtir. Þannig að þarna ertu bara með grænan hvata sem virka fullkomlega. Við þurfum að taka fleiri svona hvata út allt í hagkerfinu. Þannig að neytendur geta alltaf keypt bara besta varan, er umhverfisvænasta varan og besta verðinu. Og þannig náum við þessari breytingu og þannig náum við til þessu svona almenna Jóns og Gunnu sem að vilja kannski alveg, jú, við erum alveg til í að hjálpa umhverfinu en eru kannski bara að ná endur saman. Akkurat. Búa til þessa hvata þannig að þetta líka fari að virka í réttar áttir. Hafið þið séð til dæmis í lífeyrissjóðunum, eru sjóðfélagar mikið að velta fyrir sér sjálfbærnimálum? Minna hefur maður reiknað með, en í svona beinum samtölum. En leið og ég segi þetta, þá rifjast upp að við höfum verið að gera kannanir á viðhorfi lífeyrissjóðfélaga til sjálfbærni. Ég er ekki alveg með tölunni í kollinum, en það er langt yfir 50%, kringu 70% sem telja að skipta máli og ég held að eftir því sem vitundin vex meira að þá verði þessar raddir háværari. Við heyrum í skoðanakönnunum, stórum skoðanakönnunum í dag, en ég held að við eigum eftir að vera meira áþreifanleg að vör við þetta og það var held í Nordea sem gerði stúdíu sem var nú einhver marki umdeild en þeir vörðuna vel. Það hefur 17 sinnum meiri áhrif á sjálfbæra framtíð, bara almennt, hvernig lífeyrissparnaðurinn er ávaxtaður versus samanborið við það hvernig þú lifir lífinu sjálfur. Maður getur verið í samtökum. What were you going to focus on? Sko, það gerast. En heyrðu, við höfum náð svo sem að taka þessa umræðu. Ég bara stekka í það. Takk kærlega fyrir gott og fræðandi innlegg. Tómas Möller, Aðalheiður Snæbjörnsdóttir og Gunnar S. Magnússon.